Þorvaldsson í 8. umferðinni. Ég ætla að byrja að gera dómarleiksins. Það eru Björgvin Rúnarsson, Davíð Kristi Hreiðarsson og Ísak Helgi Kristjánsson og eftirlitsdómarinn er Pétur Hrafn Sigurðsson. Við skulum gefa þeim gott svar. Og bjóða þeim velkomna. Það var alveg mestara, það er einhver 4, Baldur Þór Ragnarsson. Númer 5 er Daríð Góðars. Númer 6 er Manniða Sovets. Númer 7 er Emil Karin Einarsson. Númer 8 er Sveinn Gunnarsson. Númer 10 er Halldór Hermannsson. Númer 10 er Davíð Arnar Ágústsson. Númer 12 er Oddur Ólafsson. Númer 13 er Tómas Heiðar Tómasson. Númer 14 Grétar Ingi Henriksson. Númer 15 Þorsteinn Ragnarsson. Þjálfari er Benedikt Knússon.
Já, heilir og sælir, góða áhorfendur og velkomin á leik númer 3 hér í áttalega úrslitum í Síkinu. Pálmi Þórsson heiti ég, með mér er Jónas Arnar Sigurjónsson og erum mér hér til aðstóðar og mun lýsa þessu leik með mér. En leikurinn byrjar og það er Tómas Tómasson sem er að fiska hér villu á Ingvar Rapp. Þórsarar að berjast fyrir lífi sínu. Og þá er Maron Dempsey að stela boltanum. Fín baráttu hjá Tómasi og það er uppkast. Og Tindastóll á boltan, það var Þór sem náði uppkastinu. Og það var Pétur. Hann setur hér upp fyrir Tindastóll. Lewis. Hann fær bara nota pikk. Yngvi. Og Pétur í horninu. Fín vörð hjá Tómasi. Maron upp í þrist. Stutt. Gómez með frákast. Þeir föttuðu það í síðasta leika. Þeir verða að passa þriggjastaðskoti einnig. Já, Gómez með tvist. Það er hárrétt hjá þér. Tindastóll. Já, Maron Dempsey var ofta tíðum allt opinn og tóka bara á setti það. En á Pétur. Pétur setur upp. Og þá Lewis. Skemmtilegt jab og Maron. Flott send. Tróðaslapp. Glæsileg. 2-2. Leikmenn eru vel peppaðir. Við sjáum það. Tilbúnir til leiks, allir saman. Og þá Baldur. Gretar. Baldur. Góvens. Og hann er hér að tapa boltanum. Lewis. Glæsilega vörð og Yngvi finnur Lewis og Lewis alla leið. Hann klárar þetta. Og þá Þórsarar að svara. Góvens. Skemmtilega hreyfingu finnur Sovits og Sovits klárar þetta. Já, fram og tilbaka. Það er erfitt að stoppa Góvens þegar hann er kominn á ferðina. Já. Hann hendar leikstíl Þórsara helvíti vel. Mjög vel. Og Lewis að skora. Og Baldur fyrir Þórsara. Já, Góvens vill hlaupa. Rétt eins og restin af Þórsliðinu. Og Baldur finnur Gretar. Og rauðningu dæmdur á Gretar. Gretar er ekki sáttur með þetta en og já menn ekki alveg sáttur með þetta en hægt að deila þetta en þetta var svona, já Helgi var kannski aðeins hann var nú ekki sett myndi ég segja en þá Lewis fyrir stólana skemmtilega sendingu á Helga Glæsilega gert hjá Helga Viggósinni 8-4 í staðan og Yngvi með frábæra vörn. á Tómas finnur Gretar Sovits í baráttunni eru lausan bolta Góvens skemmtilegt crossover Þetta er skemmtilegu leikmaður. það var glæsilega gert þarna hjá Góvens og hann minkar þetta aftur í 2 og Maron hann ætlar ekki upp í þristinn hana Yngvi hann langar í að keyrir inn, stoppar, poppar setur hann niður Sterkur strákur. Ingvar Árni Ingarsson aldeilis búið að lifna yfir honum hérna í seinni hluta tímabils hann var aðeins týndur en eftir sem leið á tímabilið er hann búinn að heldur betur búið að lifna yfir honum Og styrkja sér all svakalega í vörninni eins og við erum búin að sjá í seinustu leikjum. Já, búinn að spila frábæra vörn síðustu leikjum en há Sovits upp í þrist gengur ekki og það er villa dæmt ég held að Góvens er á leiðinu á línuna vel gert þarna hjá Góvens klár þarna Danny Góvens og setna vítaskotið setur hann niður
Og Njó upp úr. Óheppinn hana. 10-7. 6:30 eftir að fyrsta leikluta. Lewis með skemmtilegt knattarag. Finnur Helga. Og Helgi. Rapp. Gengur ekki. Smá miskilning hana og Góvins komið fram. Geysilega hraður leikmaður. Og Gretar. Gengur ekki. Það geigar. Ekki alveg í rytma. Þá Yngvi. Finnur Pétur. Og Mæron. Og Lewis með Baldur á bakinu. Og vill á Baldur. Fyrsta villan hans. Lewis plattar hann algjörlega. Frábærlega gert hjá Lewis. Og Pétur finnur Mæron. Lewis, hann fyrir Péturist. Gengur ekki. Baldur með frákastið. Hann finnur Tómas. Góvins, poppar og setur. Hann setur það. Til ykkur töffæri. Hann jafnar stöðuna í 10-10. Og á Stólar að svara. Alljú. Já. Glæsileg sending á Pétur Rúnari. Vissi nákvæmlega hvar Mæron var staðsettur. Og finnur hann. Góvins. Fyrir Þórsara, hann keyrir hér inn, finnur Sovits. Og Sovits setur það. Hann klikkar því ekki tvisvar í röð. Nei, það gerist í ófá skipti. Wow. Það sem að Sovits að klikka tveimur í röð á sama stað. Pétur, Yngvi Rapp, hann sækir hér inn. Og Gretar verð þetta. Fín vörð hjá Gretar. Glæsilega varið hjá Gretari. Og Góvins gengur ekki. Gretar í baráttunni. Og þessi boltur út af og Þórá. Fín barátta hana báðum mönnum. Gretar opinn, nei, fín vörð hjá Mæron Dempsey. Stilla þessum knetti. Og með skemmtilega, fín vörð hjá Góvins. Og gegnum klófið á Lewis og Góvins enda með hann. Og þá Tómas og Baldur. Og þessi fyrir löpun á Yngva. Þetta sýndist með að vera fótur. Það var þannig líkt á þessu. Og Yngvi Pétur galopinn. Gengur ekki. Sovits með frákastið. Og Tómas. Og hann sækir villu og er á leiðin á línuna. Lewis að fá sína fyrstu. Já, Þórsarar mæta tilbúni til leiks. Já. Maður sér það á þeim. Sér það klárlega á þeim. Þeir eru að fara sterkt á körfuna. Ætla sér að næla í eitt sigur. Já, vita nákvæmlega hvað þarf að gera. Þetta er sjálfsög sjón. Sjá Tómas klikka víti. Yfir 90% skitta á vítalínunni en setur setna. Þá Yngvi Rapp. Og Yngvi finnur Mæron hérna. Og fín vörð hjá Gretari. Glæsileg vörð. Og Lewis vinnur hann bara tilbaka. Og Yngvi Rapp að tapa boltanum. Miskilningur hjá stólunum. Já. Þurfa að ná kontakti áður og gefur svona sendingar. Góvins. Með glæsilega sendingu. Og Gretar klárar þetta. Á Gretar. 16-12 er staðan fyrir Þórsurum. Og þeir dæma mók á Pétur Rúnar. Þeir eru náttúrulega fyrir þetta og sjá þetta best. Að mínu mati mætti dæma oftar á mokstur í íslenska boltanum. Já, klárlega. Þá er Svavar Atli að tjekka sig fyrir Yngvar Rapp. Þetta og virtist Helgi bara vera Freyr. hárrétt. Þá Mæron og Yngvi að fá smá hvíld.
Helgi Freyr og Svavar Atli að koma hér inn og Oddur fyrir Þórsara og einnig Þorsteinn fyrir og Emil, þreföld skipting hjá Þórsurum og Pétur og Helgi og erfitt leiði hjá Helga en til þess að þennan bolta en já, Þórsara gerði upp 3 breytingu og Oddur, Emil og Þorsteinn komu hér inn Sovits, Baldur og Tómas fara út þá Helgi, Þorsteinn til varnar Helgi Svavar hann fyrir upp í skot þessar af og Oddur með gott frákast Sterkt frákast Þorsteinn erfið sending, fín vörð hjá Helga Rapp og þá Pétur hann keyrir hér inn skemmtilega sending og M1 þar er Lewis að minka þetta fyrir stólana setu vítið 16-15 Þórsarar með 1 stigs forskot og þá Oddur fyrir Þórsara setur upp í kerfi og fín vörn hjá Pétur Rúnari og Lewis hirði boltan og skemmtilegt knatrak hérna og Helgi Rapp upp í djúpan tvist stuttur Lewis með frákastið en hann vil fá vilja hérna en annars bara fín vörn Góvens finnur Odd Emil upp í þrist gengur ekki Pétur með sterkt frákast Pétur, Svavar Pétur Kerinn, skemmtilega sendingu á Svavar og Helgi Rapp Svavar farin á póstinum Góvens á bakinu, feitar og setur það svo hárfínt skot hjá hann Svavari Hann er búinn að gera þetta í dágóðan tíma, drengurinn Já, það er óhætt að segja það Já. Hann kann þetta og þá Góvens lúist í varnar Gretar ætlar að svara og hann setur það niður Hann getur skotið Það er klart mál og kemur þessi 2 stig 19-17 Þórsar mig vil hafa Pétur fyrir stóla þristur gengur ekki Lewis, fínt frákast hjá Oddi en ég held að Tindastól hennar bolta en þá er Viðar að koma inn fyrir Lewis Ágústsson mikill baráttumaður og Gretar út fyrir Sovits fá stuttakvíld Helgi Rapp, Svavar, Helgi Freyr inn á Helga Rapp og fín hreyfing og hann sækir vill á Sovits Sovits aðeins og hægur á sér Rólega farin að eldast en getur nú ennþá spilað Þessi gengur ekki á Helga Rapp Seinna vítið er ofan í Oddur Emil Sovits fleik til varnar búinn að tjekka sig inn fyrir Rafnin og Góvens setur þetta þvílíkt skot sem þessi drengur er með Pétur Helgi Rapp Freyr upp í þrist gengur ekki og vill að þetta fleik eða Viðar já Viðar fyrir lítið brot en villa, leikur án snertinga
Oddur. Pétur til varnar. Pétur með fína vörð hérna. Emil. Sovits. Fín vörð hjá Fleik. Fín vörð. Vel þetta skot. Og Pétur. Gerir inn. Og gengur ekki. Og þar með líkur fyrsta leikluta. 18-22 staðan fyrir Þór. Og Þórsarar peppaðir. Og þeir ætla að halda sér inni. Já, Darren Góvins með 11 stig og 4 stóðsendingar. Búinn að eiga þátt í flestum körfum Þórsara. Já, Góvins fyrir sínum mönnum eins og undir. Oft eins og það sé lagt of mikið á herrarnar á drengnum. Hann er flottur leikmaður. Sjáum hér, Dominos-skot. Stuttur. Oddur fyrir Þór, leikur hafinn aftur, Emil upp í þrist, gengur ekki. Sýnt þess að þið vera af Sovits, en Þórsarar eiga. Þristur, gengur ekki, Góvins með frákasti sjálfur. Hendur hún út á Emil og Emil upp í þrist. Gengur ekki. Og enn eitt sóknarfrákastið og vill á Helga Frey. Já, mikil barátta í Þórsurum. Verið að rífa niður þessi sóknarfrákast. Þrátt fyrir smá hæðamun. Emil. Þorsteinn. Skemmtileg hreyfing. Og skref á Þorsteinn. Ég sá nú hvorki villun ég skref í... Já, í þessu play, en... Svavar upp í skot, erfitt skot, gengur ekki. Fleik með frákastið. Og Viðar að hafa boltanum. Og þessi bolt er út af. Þórsarar. Sér glóðinn, eða neistana í augun á þeim. Þeir ætla sér ekki sumarfrí, það er klárt mál og þessi leikur enn sem komið er lofar góðu. Svo sannarlega. Þorsteinn, skemmtileg hreyfing. Vill á Svavar. Þorsteinn að gera vel. Hlemmist þarna á milli Svavars og Helga Freys. Og Helga Freys að með sýndist. Setur fyrir að viti niður. Gengur ekki á seinna vitinu. Á Pétur fyrir Tindastól. Svappi. Flott vörð hjá Sovits. Mikil barátta inn í teignum. Helgi Svappi upp í djúpan tvist. Þessi er ofan. Svavar Árni Birgisson kom með 4 stig.
gerir vel fyrir sína menn. Og þá Góvens, Viðar til varnar. Og erfið sending. Og þessi bolti út af. Og þá Pétur fyrir Tindastól, Fleik. Skemmtilega sending á Viðar. Og Viðar eitthvað óöruggur. Þorsteinn, skemmtileg hreyfing, hann fyrir alla leið. Gengur ekki, Svaf með frákastið. Og Pétur. Helgi. Og villadæmt á Odd fyrir hald. Eða ítingar, já. Fyrir hald, hann hengur í Pétri. Sem ólöglegt. Og Tindastóll fær ingast. Svavar. Viðar. Helgi. Og Helgi með skemmtilega sending á Svavar. Og Svavar klárar þetta með finguról. Ískaldur. Iceman. Og Góvens staðan 22-23 fyrir Þórsurum. Sovits, Emil. Oddur. Og Emil. Sovits, galopinn. Gengur ekki. Fleik, sterkt frákast. Sovits búinn að fá 3 galopna. Já, 1 af 3, en Svavar, hann setur það. Og hann tilbúinn í þetta. Frábær innkoma. Frábær innkoma hjá konginum. Og þá Oddur. Góvens. Upp í þrist og hann svarar. Þessi leikmaður. Skemmtilegu leikmaður. Það er unun að fylgjast með þessum dreng. Frábært að horfa á hann. Og Pétur. Og hann keyrir inn. Sækir villu. Gengur ekki. Hún finnst það gengur erfiðlega að finna gjörðinn. Já, skipting hjá báðum liðum. Baldur inn fyrir Odd og Fleik út af. Inn kemur Mauro Dempsey. Dempsey búinn að fá núna góða hvíld og hikar eflaust ekki til að taka eins með Baldur. Baldur ætlar eflaust að keyra upp tempóið. Pétur setur vítið sitt. Og þá það setna. Gengur ekki, Baldur með frákastiði. Og eins og sjáu þið, það fyrsta sem hann gera, hann hlaupa völlinn. Þetta er það sem hann elskar að gera. Hann hlaupa fram með boltan og dreif honum. Fínasti leikstjórnandi og þá Góvens. Og Sovits, opinn. Gengur ekki. Pétur, Helgi Freyr. Svavar. Helgi Freyr. Pétur, Viðar. Hann fyrir upp í þrist. Gengur ekki. Og Mauro með frákastið. Og að villa á Sovits fyrir hald. Það var nú bara sniðug villa, en Sovits út, Gretar að koma inn. Nú á vopnum í vopnabórunni hjá Þórsurum og Benni hikar ekki við að rótera. Viðar, Svavar, Pétur. Skemmtilega. Frábært. Skemmtilegt! Það er vel útvært hjá stólunum. skemmtilegt kombo. Pétur virðist alltaf finna Mauro Dempsey. Já, eins og hann sé með staðsendingatæki í heilanum. Og getur hérna bara hent boltanum og það er Mauro. Og Þorsteinn að sækja villu. Virkilega vel gert hjá Þorsteini. Sækja þessa villu á Pétur. Pétur komið sína fyrstu. Góvens fer út af. Já, komið tími til að hann fá skvett í sig smá vatni og anda. Og inn á kemur Tómas. Það er ekki leiðilegt að... Ekki leiðilegt að eiga hann inni. Nei. Gretar, Baldur, upp í þrist. Gengur ekki.
Grétar í frákastinu, gengur ekki, Baldur. Það er út af. Þessi er út af. Stólareyja. Þórsarar eru að berja svakalega undir körfunum. Já, klárt mála. Þeir eru bókstaflega að berjast fyrir lífi sínu. Það sést. Og Pétur, hann keyrir inn. Og erfið sending, erfitt boltaspil, en Myron upp í húk og hann setur það. 30-26 staðan. Stólarnir komnið með fórustu. Pétur. Baldur upp í erfitt sko. Nei, finnur Grétar. Skemmtilega gert hjá Baldri. Vel útfært. Og Grétar kemur tvöngstíðum á töfluna. Og Viðar fær hér boltan eftir gott stakkar. Og Myron með frá skrín. Glæsileg vörn. Fín vörn, en Viðar. Þetta er hann sem að gera svo vel. Það er að keyra hérna á hægri hendina. Eins og snákur. Emil upp í þrist. Gengur ekki. Viðar með frákastið. Og hann finnur Pétur. Og Pétur Rúnar. Finnur Myron og hann finnur Helgi Freyr upp í erfiðan þrist og þess er af. Þorsteinn með frákastið. Og hann Baldur keyrir upp tempóið. Og vill á Pétur. Já, það er oftar en ekki dæmt á þetta þegar menn reyna að stela boltanum svona að aftan. Að aftan, já. Þetta er þjálfarar vilja ekki að leikmennin síni gera þetta á æfingum, þannig að það er eiginlega alltaf dæmt á þetta í íslenska boltanum. Já, það er bara í NBA-deildinni, þar sem að menn komast kannski upp með þetta. Já. Og Emil fyrir flott vörn hjá Myron. Vörn hjá Myron og hann finnur Lewis. Og Lewis fær ekki neitt. Fín vörn hjá Baldri. Hann hrifsa boltan svona en náði ekki alveg að festa greipar. Og Tindastóll á innkast. Já, það er langt liðið á annan leikhlutan og staðan 32-26. Þetta er mikill varnarleikur. 44 mínútur eftir. Myron hleypur eftir sínu eigin skoti og leggur hann niður. Þetta er það sem að gerist oft þegar að vera að stíga út. Það er oft gleymt skotmanninum. Alveg sama hversu mikla áherslu þjálfarar leggja á það. En Þorsteinn með flóter. Og þessi var sætur. Kemur þessu aftur í 4 stig. 34-30 er staðan. 3 mínútur og 45 sekundur eftir. Svavar með alley-oop á Myron. Já. Þetta var helsti, þegar Stólarnir fundið sér auðvitað körfur í Þorlákshöfn, þá var þetta mikið vopn, finna Myronsson undir körfunni, en Grétar upp í þrist. Gengur ekki. Og Lewis með frákastið. Alveg stór skemmtileg. Mikið hraði hérna. Og Myron upp í þrist. Stuttur. Tómas með frákastið. Og það er ekki annað gert en að keyra. Hlaupa. Og Lewis kemst í boltan. Þarna vantaði samskiptin hjá Þórssonum. Já. Láta Tómas vita. Láta hann vita í tíma. Þá Lewis og hann finnur Myron. Og Lewis skrif litt af þessu, en Helgi sendir í andlitið á Myron. Helgi setur þennan bolta í andlitið á Myron og Benni býður leiklega. 36-30, 2:50 eftir hér á fyrri hálfleik. Haukar tóku Keflavík 188, skjóta því aðeins inn. Já, og Myron Dempsey með 14 stig, skotið hans er gjörsamlega framúrskarandi, 7 af 8, búin að klikka úr einu skoti. Já, þetta er bara framúrskarandi hjá drengnum. En Þórsararnir, þeir eru að finna opnu skotin. Þetta er frábær vörn hjá Tindastóli. Þeir eru klart mál. Klikka oft á þegar það líður á skotklukkuna og finna opnu skotin. Þeir bara ekki að setja þau eins og er. Þeir eru þolinmóðir svona í sóknarleiknum og
finna þessi opnum sko, þú veist, þeir eru ekkert að taka léleg skot. Alls ekki. Klart maður, það bara vantar herslumuninn. En oftar en ekki að taka sóknarfrákastinn af þessum skotum sem er að klikka. Erum við það búin að vera? Það verður að hringja þér þröst, séð það verður ekki ljóð. Hei, ég fer á aðstofa bara svo. Og Baldur, Emil, Tómas og rosalega vel gert hjá Tómasi. Virkilega vel gert. Snöggur og skemmtilegur leikmaður. Erfitt að spila vörn á svona leikmann sem að getur skotið sig svo bíflug út allt og hitt öllu. Rapp galopnirinn í körunni, gengur ekki, Mæra með frákastið og þetta er það sem hann mætti vera búinn að gera meira af í vetur, rífa niður frákastið og sprengja upp og klára. Tómas setur einn ískaldan þrist. Það er svo ljúf stróka sem drengurinn er með. Akkurat það sem ég var að tala um. Það er erfitt að eiga við svona leikmann. Lewis fær skrín frá Mæron. Flóter, gengur ekki. Emil með frákastið. Og Tómas. Stoppar, poppar. Setur það niður. Tómas eða Tómasson. Svona Tómas Holton. Og þá Viðar. Helgi. Upp í þrist, djúpan þrist. Og þessi Þetta kallast gellur í netinu. Tómas hoppaði þarna í djúpulaugina eins og við segjum. Já, þetta er ekki það sem að margir myndi þóra. Hann ætla bara að svara fyrir sig. Gengur ekki. Og alljú, gengur ekki. Og þá keyra Þórsarar 5-4. Góvens. Finnur Gretar og sóknarvilla. Umdeilt. Ingvar Rafn Ingvarsson kemur inn á fyrir Helga Frey Margeirsson. Já, unga byssan út fyrir eldri byssan út fyrir yngri byssuna. En það er nú fleiri hérna á landinu sem geta byssað honum. Þeir eru hér að dekka hvern annan reyndar. Mæron. Þriðningsspil hérna sem gengur ekki. Og Góvens. Setur hann niður. Árar þetta, þvílíkur íþróttamaður. Hangtime. Og það var 30 sekundur eftir að fyrri hálfleik. 41-39 staðan. Og Lewis, Helgi Rapp. Flott vörð hjá Baldri. Gretar tekur Mæron niðri. Hendur hann út á Viðar. Hann keyrir hér inn. Og Góvens með fína vörð. Góvens. Finnur Emil. Tómas. 4. Og hann stígur út af þegar 3 sekundur og 6 sekundubrótir eftir. Og þá byggði Martin leikli og hann ætlar að tekna eitthvað að falla þetta upp. Já, það er gaman að horfa þessi tvö lið. Þeir berjast mikið, þetta eru mikil baráttu lið og svo eru bæði lið með miklar skyttur í liðinu sínu. Þetta er bara svona... Menn vilja meina þeir séu með ólíkan leikstíl þessi lið, en málið er að einu munurinn á þessum liðum er að Þórslið er óútreiknanlegt. Þú veist aldrei hvað þeir ætla að gera. Svipaði leikstíl á þeim og hérna Run TMC, Golden State lið á sínu tíma. Málið var að... Já, það veit ekki hvað þeir eru að gera því þeir veit ekki hvað þeir eru að gera. En samt sem áður... Mér sýnist þið vita hvað þeir eru að gera hérna. Já. En þú veist. Tveir. Og, já, 3 sekundur, en Þórsararnir eru með, já, eini munurinn, já, bara stólarnir eru aðeins skipulaðir, en Þórsarar, náttúrulega með frábæra þjálfara, Brynd Guðmundsson, Mikið rétt. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Þórsararnir bara, já, Tindastóll vill hlaupa, en Þórsarar vilja hlaupa meira.
Þetta gengur ekki á Ingvar Ingvarsinni og hann getur flautan 41-39. Lok fyrri hálfleiks við Jónas Rafn. Þökkum fyrir okkur í bili. Heil og sæl að sinni.
hvernig er stemmingin hérna? Er það heitt? Koma! Hvað er bjarnismari? Koma! Þeir eru í Múðingarðal! Fyrsta stopp! Sælir, við erum að hefja hér leik aftur. Pétur kemur upp með boltan fyrir Tindastól. 49-39 staðan. Og Myron inn á Lewis. Sleppur einn í gegn og klikkar á sniðskotinu. Tekur frákast sig sjálfur. Pétur er frýr hinn, hún gefur hann ekki. Helgi vill fá hann. Og Lewis við það tapa honum, hendur hann út aftur á Pétur. Og hann fyrir upp í þrist. Stuttur. Sóðs með frákast. Það virðist vera sem að í sóknarleiknum á Tindastól þá hægist örlítið á honum þegar Lewis er inn á. Já, hann er svolítið að... Hinga til hefur það gert það sko. Já. Þá Gretar fyrir Þór. Gengur ekki, frákast. Fyrir upp aftur. Gengur ekki, Lewis með frákast. Og nú allt á fullt, keyrir upp tempóið og skemmtilega, fín vörn hjá Tómasi. Stilur þessum knetti. Las þetta í gær. Og Gretar og Góvins og Pétur til varnar. Hann sækir villu. Sækir villuna. Virkilega klár leikmaður. Darren Góvins. Burt séð frá því hversu mikill íþróttamaður hann Góvins er, þá var hann klár líka. Hann er fljótur að hugsa, drengur. Hrikalegu leikskilningur sem þessi drengur býr yfir. Og náttúrulega bara þetta skot sem hann er með til þess að ógna með. Það er hægt að hæla honum hérna í allt kvöld. Hann setur bæði vitið niður. Og jafnar þetta. Jafnar leikinn. 41-41. Lewis. Myron. Hann keyrir hérna. Hendisar út á Yngva og Yngvi. Skemmtilega sending á Rafnin. Frábær sending hjá Yngvar Rafni Yngvarsinni. Og Drangæjarlinn kemur þess aftur í 2 stíg. Og hann Baldur, Tómas, Gretar, hann fyrir við þrist. Og hann setur það. Setur það. Og kemur þessu í 1 stíg. Eða kemur til sínum mönnum 1 stígi. Þau verða einfaldlega að fara nær honum Gretari. Hann setur þetta allan daginn. Getur verið hér í allkvöld og sett hann þaðan. En Helgi Rafna er ekki að klára þarna undir körfunni. Það er bolti Þórsarana eftir klaps. Og þá Góvins. Hann er tvöfaldaður. Sovits. Hann sækir inn. Skemmtileg boltareyfing. Og galinn sending. já, þetta var alveg galið hjá honum. Hann sá Tómas hann á ferðinni vera popp út og Tómas ætlaði svo í backdoor. Þetta var misskilningur bara. Já, bara misskilningur gerist. En Yngvi Rafn, hann fyrir við þrist. Setur hann! Yngvi Rafn Ingvarsson. Og Lewis, Yngvi Rafn að gera góða hluti hér. 48-44, staðan orðin. Hér í þriðja leikluta og Baldur. Út á Gretar og Yngvi Rafn Ingvarsson er að stela honum. Ég skal sko segja það og Benni byrður leikli. Yngvi Rafn Ingvarsson á 1,5 mínútu snýr leiknum örlítið við. Hendir í þrist, stilur boltanum, finnur Lewis og Lewis klárar og svo stilur hann hér boltanum. Rétt eins og við vorum að segja í byrjun leiks, hann er búinn að stíga upp varnarleikinn hjá sér gífurlega. Og er bara búinn að vera að bæta sig á fullu í allan vetur. Flottur leikmaður.
segja frá því líka að Gómins aðeins búinn að geiga úr einu skoti í leiknum og það var vítaskott. Ekki ámæleg. Sovits kláraði þetta. Ekki sáttur með Dómgæsluna Ekki Lewis. sáttur með Gretar að vera ekki mættur tilbaka þarna. 52-46, stólarnir svara strax fyrir sig. Hlaupa á lið sem elskar að hlaupa og Helgi Rapp að stela hér boltanum. Og þá Lewis. Og hann sækir vill á Sovits. Grípur greinilega utanum hann. Sovits að fá sína þriðju villu. Pétur. Yngvi. Og finnur Helga Rapp. Og Helgi Rapp klárar þetta. 8 stiga munur. Stólarnir að ná smá áhlaupi. Baldur tekur upp boltan. Tómas. Flott vörn. Tómas, skemmtileg hreyfing. Þetta hans skot. Hann Automatic. flinkur að búa sér til færi. Það myndi gera meira af þessu. Maðurinn upp í erfið skot. En hann setur það. Það bara... Þetta moment eins og við segjum hjá Tindastól. Góvins fær ekki neitt. En Tómas Frábær barátta. reynir hann að þrífa upp fyrir hann, eftir hann. Og Pétur og Yngvi upp í þrist. Stuttur. Góvins með frákastið. Og þarna vill að dæmt á Helga Rapp. Hann nú bara að fá sína fyrstu. Ótrúlegt en satt. Ótrúlega satt. Það er nú ekki venju. Það er eitthvað ef Helgi Rapp ekki að fá villu í leik. Sterkur og mikill drengur. Á Baldur. Að vinna sér skot. Gretar með Pétur á bakkinu. Skemmtileg hreyfing. Gengur ekki. Örlítið og stuttur. Maðurinn finnur Pétur og Yngva. Yngvi fær skrín. Maðurinn. Maðurinn har hann í spinn og fín vörð hjá Gretari. Tómas, skemmtileg hreyfing, leggur hún ofan í. Já. Hann ótrúlegur þessi maður. Ótrúlegur leikmaður. Og vill á gólfinu, ekki karfa. Já, Gretar öskrar hérna á leikmenn sína og segir að þeir séu hægir tilbaka. Ekki sáttu með varnarleikinn síðustu mínútur. En Nemanja Sovits að fara út fyrir Emil. Helgi, Pétur, Lewis. Yngvi Rapp. Helgi Rapp. Hann sækir alltaf og hann leggur hún í. Helgi Rapp. Óhræddur við að taka skarið þessi flinki leikmaður. Það 58-50. Góvens. Á Gretar, Emil. Emil gengur ekki. Maður með frákastið. 58-50, 4 mínútur og 20 sekundur eftir af þriðja leikluta. Og Yngvi Rapp. Allt annað. Pétur upp í þrist, nei Yngvi upp í þrist, gengur ekki. Og þessir út af. Þórsarar eru aðeins að falla tilbaka í vörninni. Þeir eru að gefa stólunum flugbrautina eins og við segjum og þá þarf hjálpin að koma og það er ekki flókið að kikka honum út. Þetta stólarnir með nóg skiptum. Þetta er eitthvað sem þeir þurfa að laga. Góvens, Emil og fín vörð hjá Yngvi Rapp. Þetta er það sem við erum búin að tala um. Og hann leggur hún ofan í. 10 stig. 60-50. Og Baldur. Og fín vörð hjá Pétur Rúnari. Hver þetta skot? Baráttu glaði Helgi. Reddar málunum. Og við þetta á Baldur.
Og munaði litlu að Helgi misti boltan þarna út af. En eftir að hafa skutlað sér eftir honum, hann skutlaði sér í annað skiptið og reddaði sér. Hann fer hér út. Nei. Leikhlé. Benni biður leikhlé. Já, náttúrulega leist ekki á þetta áhlaup sem stólarnir er á og gerir ábyggilega eitthvað til að laga þetta. Já, eins og ég sagði áðan, þá eru Þórsararnir aðeins að opna sig í vörninni. Þeir eru eilítið of seinir tilbaka. Það gefur stólunum flugbrautina. Hann hefur væntanlega verið að ræða Þórsalunum varnarleikinn. Alveg klart mál. Og Maron sækir hann að villu. Góens að fá sína aðra villu. Hann er að draga vagnin fyrir sína menn. 18 stig. Og Maron fer á villarlínuna. Baldur fá hvíld, inn og kemur út hvíldur Oddur. Góvens aðeins búinn að klikka úr einu skoti utan af velli. 3 af 4 í þristum, 3 af 3 í tvistum. Og Maron klikkar hér úr fyrsta vítaskotinu sinu. Setur setna. Þá koma Þórsarar, 11 stiga munur. Oddur. Tómas. Góvens. Gengur ekki. Lewis fyrir alla leið. Flóter. Það gerist hratt. (63:50) og Góvens tvöfaldaður og stólarnir það komið sem bara til þá og Þórsarar þurfa að mótivera sig sjá þennan neista og þá Maron stoppinn inn í gegn og menn vilja menna að það hafi verið tvígrip. Óhætt að segja að það er alltaf falla með stólunum núna. Já, klart mál. Þórsarar þurfa bara svona smá neista. Þá geti þetta byrjað. Geti allt byrjað með þrist frá Tómasi. Og villa. Ef við lítum tilbaka á seinasta leik þá ætti 15 stig ekki að vera of mikið fyrir Þórsarana. Þeir komu tilbaka eftir að hafa verið 24 stigum á eftir stólunum. Settu þetta í 3 stig. En Tindastóll náði að klára þann leik. Hér er Gretar. Og Emil upp í þrist. Með no-look sendingu. Gengur ekki. Helgi fram á Maron. Maron. Gengur ekki. Fær villu og er á leiðin á línuna. Já, Maron Dempsey, skotnýting hans er ennþá framúrskarandi. Hann er 10 af 11 í 2 stiga og 0 af 2 í 3. Það eru gatri. Já. En Svavar alltaf kom inn fyrir Helga Rapp. Maron klikkar hér á fyrra vítinu.
Setur seinna. Og Gretar. Það er Geigar. Geigar. Og Pétur. Viðar. Pétur. Mæron. Flóter. Gengur ekki. Svavar nær að slá hennan út. Yngvi. Viðar. Viðar og Tómas. Villa og Tómas. Fyrst á hann. Þetta var ekki villa að mínu mati, en Já, hann tjekk. Það ætti að deila þetta endalaust. já, þetta En var, náttúrulega miðað við hvað línan þá myndi maður ekki kalla Villa á þetta, en Viðar á línan. já, Setur fyrra. Já, þegar við tölum línuna, þá alltaf að dómararnir leggja alltaf ákveðna línu hvað er leyfa og hvað ekki. Mikilvægt að það er haldið þeirri línu. En Viðar setur seinna vítið. Góvens, Gretar, fær villu. Sterk hreyfing hjá þessu nauti. Og hann er á liðinu á línuna. Hann er búinn að vera drjúgur, 14 stig. (68, 52, 1:20 eftir. Gretar setur vítið. auðvitað. Sjálfsög kemur þessu í 15 stig. Öruggur á línu, hann Gretar. Og Pétur. Viðar. Mæron. Hann setur það. 22 púntar á kappan með 24. Emil langar í þristinn. Góvens backdoor og leggur ofan í. Og Pétur og Oddur með fína vörn. Og ég beðist velvirðingar á stigatöflunni, hún er örlítið sein stundum. Og Pétur. Flóter, gengur ekki. Mæron, gengur ekki. Pétur með frákastið. Gengur ekki. Góvens endar með boltan. Oddur. Gengur ekki. Viðar með frákastið. Pétur. Viðar. Og Yngvi. Svavar. Og Yngvi leitar að lokaskotinu. Svavar. Bjervitskot stuttur. Og hér gællur flautan. Já, þriðji leikhluti var allur stólana. Eins og sást. Bara að sést, já. Allt fór að ganga með þeim. Mikið rétt og upphafið þriðja leikhluta voru Þórsagarnir seinir, eins og ég nefndi hérna áðan. Þeir voru seinir í vörninni. En eins og púðrið hafi verið búið. já, en Benni tók leikinn og bætti aðeins upp á varnarleikinn. Þá fór einfallega allt að detta hjá stólunum. Það er alveg einfalt. Hér eru Fergar að fara að taka dominóskott. Hér er stuttur. Kári. Eldri. Skemmtileg tilviljun þarna. Þeir sitja í sikkorum endanum á stúkunni og feðgarnir enda báðir með bolta. Styrmjörnsson Sveitastóls aðeins að missa sig hérna í gleðinni. Þá Góvens.
Þetta er skref. Hárréttur dómur. Þetta er leyfilegt í NBA-deildinni. En ekki í Evrópuboltanum. Hann er fókraður út í dómarana. Viðar tekur boltanum. Og Viðar Ágússon. Órægur. Oddur fyrir Þórsara. 72-55. Gretar. Oddur galopinn. Upp í þrist. Gengur ekki. Mæron með frákast. Mæron setur bara upp. Getur, fær skrín. Mæron upp í tvist. Gengur ekki. Góvens með frákastið. Emil. Skemmtileg hreyfing hjá Emil. Gengur ekki. Góvens með frákastið. Skemmtileg hreyfing. Þröngt. Tapabolti. Yngvi með sinn, já, hvað ég segja, 4. eða 5. stolna bolta. Ég get svo svarið það. Já. Þá, Yngvi. Yngvi. Setur það niður. Hann er á eldi, Yngvi Rafn Ingvarsson. Hann er óhræddur. Hann er búinn að standa sig eins og Hetja. hetja í allri seríu. Hann er ekki búinn að standa eins vel og í þessum leik en samt sem áður með rosalega gott framlag. 75-55 í staðan. Statið segir ekki oft allt. Ja. Og Viðar í flóter. Gengur ekki. Og Svavar. Yngvi. Hann vil fá fyrst. Tvöfaldan. Svavar galopinn. Þetta má ekki gerast. En Þórsara sleppa með skrekkin og Gretar með frákast. Þá Oddur. Þorsteinn. Fellu við. Oddur. Finnur Gretar. Hárrétt ákvörðun og Gretar er að setja. Já. Hárrétt ákvörðun hjá Odd að henda honum út á galopinn Gretar sem náttúrulega þakka fyrir sig og smellir í Sóni. Satt hjá þau Pálmi. Þetta var laukrétt ákvörðun. Þá Yngvi. Mæron. Sækir inn. Og skref dæmt. Já, menn vilja meina að hafa verið villa á Gretar. En ekkert dæmt. Hann tók utan um hann og komst upp með það. Sem er náttúrulega bara mjög vel gert hjá Gretari. Gera hluti þegar dómarinn sér ekki. Já, dómarinn sér ekki allt og ætti að nýta sig það að komast hann inn í haus mótherjans. Það er leikurinn hafinn aftur. Það eru Þórsarar fyrir, Góvens fyrir Þórsarar. Beint í pick og roll. Emil fljótar en Svavar. Og klárar þetta. Hann ungur og leikur sér. Viðar, Góvens til varnar. Pétur. Yngvi. Viðar. Sækir.
Pissar út á Svavar sem er með skemmtilega hreyfingu og klárar þetta. Svavar Atli Birgisson. Hann svarar fyrir sig. Sá gamli. Komið 11 stig. Og er að stíga upp þegar það skiptir máli. 6:40 hér eftir í fjórða leikluta. 6:33. Staðan 77-62. 15 stig. Búið að vera það alveg dágóðan tíma. Stólar tóku smá áhlaup í þriðja leikluta. Og Þórsarar þurfa bara að svara fyrir sig. Og eins og þau sé að bíða eftir einhverju. Þá Stólar, Pétur, Lewis sem er nýkominn hér inn fyrir Yngva. Viðar og Svavar upp í þrist. Gengur ekki. Lewis með frákastið. Hann keyrir beint inn og klárar þetta. Skrefar þarna sýndist mér en Kemst upp með það. Já, kemst upp með það og klárar þetta. Samtallega vafasami dómur ef það hefði verið dæmt skref. En þá Tómas, Lewis til varnar. Maðurinn hann með hendurnar, Þorsteinn keyrir inn á 3 leikmenn, tekst ekki að klára það. Svavar bjargar þessu. 79-62. Pétur, Mæron. Pétur, Mæron, inn á Lewis. Og vill á Odd. Klaufalegt Oddi. Fór hann að teygja sig. Sem að, má yfirleitt. Já, það er náttúrulega bara stórhættulegt að vera að teygja sig gegn svona reynslumönnum. Þrátt fyrir vafasaman dóma, þá eru dómararnir að standa sig mjög vel. Já, klart mál. Það standa sig svo hetjur. Þeir hafa oft verið fleiri vafadómarnir. Og Viðar keyrir inn og þessi, það vill að dæmt. Og Viðar er á leiðinu á línuna. Það er slátt þarna í höndina. Sækir kontaktinn og fer á vítalínuna. Gengur ekki að fyrra, en nú er að setja vítið. Setur það. 18 stig. 18 stig. Góðens. Þorsteinn. Skemmtilega hreyfingu, Anton. Vel gert þarna á Þorsteini. Tómas kallaði þarna galopinn á boltanum. Þorsteinn ákveður að fara sterkt upp og var það rétt ákvörðun hjá honum. Gengur ekki. Og Lewis, skemmtileg hreyfing. Grétar fín vörn hjá Grétari. tilbaka. Og það er laus bolti og Þórsarar eiga boltan. Grétar liggur hér í rauninni höfuðmeiðsli. Lítur alls ekki vel út. Mjög vel klára hjá honum, en hann virðist hafa snúið sig. Hvort það sé hnéð eða ökklinn. Grétar stendur hér upp. Og Helgi Rafn Viggósson hjálpar honum Grétari hérna út af. Fallega gert á honum. Og þetta er ljótt fyrir Þórsara. Ef að Grétar getur ekki snúið aftur. Hann er búinn að vera svona ákveðið akkeri. En þetta eru 14 stig og í körfuboltanum getur allt gerst. Og 14 stig í körfubolta er nú ekki neitt. Með smá áhlaupið þá er þetta leikur.
Mikið rétt, Pálmi, rétt eins og stólarnir áttu hérna 12 stig á Nokkrum mínútum. já, á örfáum mínútum. Það var Hvort það voru Yngvi Rafn. 2,5 eða 3. Já, það var þá Yngvi Rafn sem stóð baki á því. Mikið rétt. Þá Lewis, Viðar. Lewis fær hann og tapar honum. Og Góvens stilur honum. Hér upp, Baldur upp í þrist. Hann er að setja hana. Stór þristur. Stór karfa, kemur þessu niður í 11 stig. Og ja, hann þarf að stígu upp núna þegar Gretar er ekki lengur. Gretar skilaði 20 stígum. Og Svavar. Pétur. Inn á Helga. Gengur ekki, Helgi ennþá í baráttunni. Baldur nær honum. Og Góvens. Skref þarna. Tómas vill hérna uppkast en Sleppt á dómarunum á hárréttum tíma en þannig að ræða dómararnir málin og breyta þessu ábyggilega. Nei, breyta þess ekki. þeir mega breyta dómnum en gera það ekki. 11 stig, Pétur upp með boltan. Svavar og sóknarvilla á Darri Lewis. Það verðist vera á hreyfingu í skrínið. Það kallast blokkering. Já, ólögleg blokkering. Ólögleg blokkering. Eða moving screen eins og það segja Ameríkunni. Hárrétt. Þá kemur Baldur fyrir Þórsara. Góvens upp í þrist. Setur það! Hennan þrist og 72-80, 8 stig. 8 stig, þetta var svakaleg kall. Jú. Og Pétur. Finnur Mæron. Þeir ætla að finna svör hérna, Viðar. Ætlar að svara. Gengur ekki. Helgi Viðar. Næri sér frákast sig sjálfur. Pétur slappar af. Viðar, Lewis. Og villadænt. Tæknivilla. Tæknivilla Pétur Rúnar. Var það ekki? Mér sýndist það. En rétt eins og ég sagði áðan, þetta er leikur á hlaupa og Þórsararnir eru búin að koma með tveir risa þristar sem er að skila þessu og eru á stoppum. Baldur og Góvens. Og Góvens núna á vítalínunni. Stólana verður saman og ræði málinn. Og Góvens á vítalínunni. Hvernig er það, Pálmi? Ertu með það á reyni hvort séu 2 eða 1 vítaspil? Það er 1 víti þegar það er tæknivilla. En aftur á móti að það er ójórnumannslegt á ára 2. Og hann setur tæknivítið og kemur þessu niður í 7 stig. Og Þórsarar með boltan. Helgi Rafn Viggósson öskra hér á stemningu í stúkunni. Og Baldur, Góvens. Langari, já, finnur skot, gengur ekki. Og Stóla með frákast. Helgi Rafn. Og villa á Emil. Heldur honum. Tekur hann föstum tökum. Þá Viðar að fara út af. Og Helgi Freyr að koma inn á. Spurning hvort hann geti skotið þessu leik í burtu. Mæron. Skemmtilegt spin move. Klárar þetta. Mæron Dempsey. Virkilega vel gert og þá Þorsteinn, skemmtilegt move. Finna Emil, já, það er Tómas upp í þrist. Þessi er langur. Ekki vanaleg sjón því að þessi drengur getur sko skotið. Búinn að vera að hitta í vetur. Svakalega.
Helgi Rapp með Tómas á bakinu og sækir villu. Það er á 17 eftir. 82-73 og Helgi Rapp er á leiðinni á línuna. Gengur ekki á fyrra. Og Majaron tekst að slaða þennan bolt út. Pétur Helgi Rapp. Já, leikur stöðvast hér vegna þess að skotflugtur fór ekki upp í 14. En þá Helgi og Helgi framkastið og Pétur upp í þrist, spjaldið gengur ekki. Tómas með frákast. Góðvenns upp í þrist, þetta er það sem hann vill. Gengur ekki. Þetta er það sem búið að vanta hjá Þórsurum í þessari seríu, það er að setja stóru skotin niður. Það þarf að mestur inn á hann. Nú Lewis, Pétur í hóðinu, hann fyrir upp í þrist. Gengur ekki. Settur nú 2 stór skot hérna í leik 1. Og Þorsteinn. Tekst ekki að klára þetta, Helgi Rapp með frákastið. Og Lewis. Endur út á Helga Frey sem frallali. Finguról á spjaldinu. Setur það niður, 84-73. Og Tómas Þorsteinn upp í þrist, gengur ekki. Majaron með frákastið, 1 mínúta eftir, 11 stig. 11 stiga fórskot sem stólar hafa. Helgi Freyr. Og Lewis. Þeir mjólkaðir í klukkuna stólarnir. Já, mjólka hann alveg fram á síðustu sekundur. Pétur. Erfið sending hjá Pétri. Og gengur ekki, hér rennir skotflugan út. 49 sekundur eftir. Það eru 2 heila sóknir, en við veitum náttúrulega þessar 48 sekundur verða mun lengur að líða. Ljótt að segja þetta, en það er frekar hæpið að Þórsararnir vinni sig upp úr þessu. Þeir þurfa snöggt skot, þeir ætla að ná. Já, allt fyrir utan. Emil. Gengur ekki og Þetta virðist vera komið hjá stólum. Og er það, ég leyfi mér að fullyrða það. Og villa brotið á Pétri. Hér stendur stúkan upp. Og þetta er fyrsta skipti í mörg ár sem stólar er að fara áfram í aðra umferð í úrslitakeppni efstu deildar. Pétur með vítið. Kemur þessu upp í 12 stig, 85-73. Klikkar á seinna, Þorsteinn með frákast. Þórsarar geysast upp. Emil upp í þrist. Setur hann niður samt. Og þá skiptings. Hannes Ingi. Að fá hérna 15 sekundur. Pétur. Nei. Hannes Ingi Másson upp með boltan. Það er ekki að skora. Og hér ennur leiklutinu. Nei, hann fer upp í þrist. Og setur hann niður. Hannes Ingi Másson. Þetta kallast að nýta sína mínútur. Alveg frábær stund fyrir drenginn. Þetta er gott upp með sjálfstraust. (88-76). Stólar komnir í aðra umferð. Sópa hér. Þórsurum út. Þetta var skemmtilegur leikur. Og skemmtileg sería í heild sinni. Klárlega. Þrátt fyrir að þetta hafi bara verið 3 leikir. Þá stríktu Þórsarar stólunum mikið. Já. Þetta var hnífjafn leikur þangað til í 3. leikluta. Já. Og ég leyfi mér að segja
Birgdason sem að, Já, hann var lykilmaðurinn. já, Klárlega. var svolítið lykilmaðurinn upp á áhlaupið að gera. Hann stelur þarna Setur þrist, stelur síðan 3 boltum í röð. og stólarnir eru að fá körfu út á þessum stólnum boltum. Já, Það er líka mikilvægt. Þannig að það er glæsileg leikur hjá stólunum og flottar viðureignin. En við, Jónas Rafn, við þökkum fyrir okkur í bili. Sjáumst í annarri umferð. Verið bless. Takk hérlega, bless. Hannes Sópi hér Þórsurum eftir erfiða leik. Hver er svona fyrstu viðbrögð bara eftir seríuna? Þetta er bara geggjað. Það sýnir bara hvað við erum góðir og ekki hvað að segja. Ég hef bara í sigur í mér. Takið áhlaup í þriðja leikurdag. Hvað breyttist hjá leik? Hver var svona, var það Kári Mar sem fór með ræðu eða? Já, Kári Mar náttúrulega, hann ræði höfðinginn sko. Kemur með hörkuræði í hálfleik og ég meina, eins og ég, leiðilegt svona að missa þetta niður í fjórðuleik, það hefur bara náð frá raunni, það var þessi síðasta leik. En ég meina, við klárum leikinn þessu síðast og skiptum máli. Og eitt á lokum, hvernig er svo að taka við keflinu af Helga Margi sem herra 100%? Það er geðveikt. Það er bara ákveðin sko, það er ákveðin titill. Það er bara höfðingjar sem eru þessum hóps. Takk fyrir. Það gæti verið. Aðeins aftar Yngvi, aðeins lengur hanga.
Yngvi Rafn Ingvarsson, þið sópi hér Þórsurum eftir erfiðan leik. Hver eru svona þín fyrstu viðbrögð? Bara gríðarlega ánægður og stoltur að vera komnir í undanúrslit. Já, bara svo. Hvernig svona lögðu leikinn upp til að byrja með? Svo sem bara eins og allar leikir sem við spilaðum á móti. Það bara stíga vel út. Við vitum að þeir taka mikið af svona rögstum og við ætlum að stoppa það. Svo er alltaf bara alltaf eitthvað sem þjálfarinn leggur upp með sem er ekkert verið að tala um. Þið startið þarna áhlaup í þriðarleik út. Það er vægast hægt að segja að þú startir í með þrist og svo stilur nokkrum boltum. Hvað svona fór í gegnum kollina þér í hálfleik? Hálfleik? Bara að spila betur. Mér fannst ég tapaði boltanum hendunum út af. Það er svona hluti sem maður þarf alltaf að bæta. Og ég ákvað bara að stíga betur upp og spila meiri krafti. Það gekk ágætlega. Og eitt að lokum, þegar þú stelur þó nokkuð mörgum boltum í leik. Hvernig reynir að sjá fyrir þér þegar þú hoppar svona inn í sendingarnar? Hvað svona fyrirgefnin kollina þér í hverju vörn? Bara reyna að komast fyrir hann, setja hendurna fyrir. Þannig að þetta er ekki að gefa í sindi sko. Bara reyna að vera eftir stað, selja þessu bolta. Takk fyrir. Já, endilega takk. Emil komnir í sumarfrí eftir fína seríu gegn Tindastól. Hver eru svona fyrstu viðbrögð? Auðvitað svekktur. Við gáum okkur allt í þetta og
náðum ekki að nýta okkur það sem að þeir voru að gefa okkur og það fór illa með okkur í þessum 3 leikjum. Og svo í öllum þessum leikjum vorum við í hörkuleik, mistum svo aðeins einbeitinguna í 3. Þetta er bara á alla seríuna, við lentum 20 undir, komumst tilbaka, en það duði ekki til alltaf. Já, þið lendið svona undir í 3. leiklutanum, þá náðu þið svona áhlaupi. Hvað voruð þið búin með púðrið eða í hálfleik? Nei, þeir bara mættu miklu meira tilbúinir við og vildi þetta miklu meira. Þeir voru aggressífir í sóknarfrákvæmstunum og þeir voru að skila þeim fullt af auðveldum körum. Svo náðum við bara ekki að setja skotin okkar fyrir utan það sem þeir voru að gefa okkur. Það fór illa með okkur. Hvernig lögðu leikinn svona upp til að byrja með? Til að byrja með vildi náttúrulega loka Lewis eins og við erum búin að gera alla leikinn. Við erum búin að gera fínt Baldur og Oddur og búin að taka mjög vel. Svo vorum við bara að reyna að loka á dræfina þeim og láta stóru mennina frekar taka skotið og þeir voru að refsa mjög vel þar. Það vita náttúrulega báðir að bæði þessi lið vilja hlaupa og sérstaklega þið. Þið náðu nú samt ekki að hlaupa á af ykkur eins og voru næstum búin að gera í nokkur leikum. Hvað fór svona? Já, það er bara þegar við náum ekki að stoppa aðalega þá þetta er bara svolítið niður momentið hjá okkur þegar við viljum hlaupa og þeir voru að gera vel að tvíta eitthvað svo mannin sem kom á kantinn og það áttu erfitt með að losa boltan og svo framvegis, þannig að við náðum ekki alveg að koma okkar running game í gang. Takk fyrir. Ættir þessu!